Já, komið öll sæl og blessuð og ánægilegt að þið gátu verið hérna í kvöld. Það gleður mig að fá að vera fjórði fyrirlesarinn á þessum fræðslukvöldum okkar hér hina biðjandi, boðandi og þjónandi kirkju. Ég gerði sjálfur mér og kannski ykkur þann grikk líka að búa alltaf því til nýtt íslenskt lýsingarorð í yfirskrift kvöldsins að tala hinn díakóníska söfnuð. Vissulega erum við að tala hina þjónandi kirkju og auðvitað hefum við getað talað hér líka hinn þjónandi söfnuð. En við höfum aðeins verið að leika okkur með og æfa okkur í að nota þetta hugtak, díakonía, kærleiksþjónusta, þjónusta, umhyggja kirkjunnar. Og þessum fræðslukvöldum jú einmitt ætlað að fá okkur til að hugsa inntakið. Það jú þannig að sem lifandi manneskjur þá tengjumst við hvert öðru og við erum yfirleitt eða oftast meðvituð að við þurfum á hvort öðru að halda, að við erum hvort öðru háð. Ég held, eða mín upplifun sú að þetta verði oft hvað ljósast þegar einhver okkur nákominn á í vanda. Nágranni, einhver úr fjölskyldunni, einhver sem við þekkjum. Og við sjáum áhrifin, við þekkjum þetta öll, hvernig við bregðumst við, fjölskyldan, vinirnir, vinnufélagarnar, nágrannarnir. Og það sem gert, eða það sem látið ógert, það hefur áhrif á okkur öll. Okkur stendur ekki á sama en viðbrögðin geta verið misjöfn. Eitt af hlutverkum kirkjunnar í dag að finna aðferðir til þess að við getum unnið saman í að byggja upp samfélag, til þess að við getum stutt hvort við annað. Og við ætlum aðeins að skoða það í kvöld. Það verið mjög ánægilegt að fylgjast með erindunum hér síðustu miðvikudagskvöld. Séra Gísli Gunnarsson í Glaumbæ opnaði þessi kvöld og ræddi þær áskoranir sem að Kristin kirkja stendur frammi fyrir í dag. Við heyrðum hér Ragnheiði Sverrisdóttur, djákna og verkefnisstjóra á biskupsstofu, ræða díakoníuna í hnotskurn og þið munið kannski eftir að hún kom með litla hnetu með sér, einmitt til þess að minna okkur á að við ætluðum að kryfja hnetuna, við ætluðum að fara í hnotskurnina. Og hér síðasta miðvikudagskvöld hlustuðum við á mjög fróðlegt erindi sem Jón Jóhannsson, djákni á Sóltúni, hjúkrunarheimili í Reykjavík, flutti sérþjónustuna, þennan útrétta arm kirkjunnar, þar sem að við sem kirkja þorum og viljum vera til staðar fyrir utan veggi kirkjunnar. Næstu kvöld munum við svo hlusta á erindi hina boðandi kirkju og það verður áhugavert að halda áfram að skoða þetta hlutverk okkar, því hver kirkjan önnur en við? Það ekki við? Það ekki okkar hlutverk? Og hvernig getum við verið biðjandi? Hvernig getum við verið boðandi? Hvernig getum við verið þjónandi? Og þetta langar mig að skoða með ykkur í kvöld. Áherslan í kvöld semst á safnaðarstarfinu eða fólkinu í söfnuðinum. Þér og mér. En hver tilgangur kærleiksþjónustunnar? Hver tilgangur díakoníunnar? Ef við förum hér í þessa ágætu bók eða skýrslu sem liggur til grundvallar þessum kvöldum og skoðum þar á blaðsíðu 42, þá þar birt skilgreining úr orðabók Samkirkjuhreyfingarinnar. Þessi skilgreining felur í sér marga mikilvæga þætti. Í fyrsta lagi felur díakonían í sér verknað. Hún getur ekki takmarkast af fallegum orðum, yfirlýsingum, góðum áætlunum. Nei, í henni felast verk og orð sem gerandinn ábyrgur fyrir. Í annan stað felur hún í sér
að það eru kristnir menn sem inna hana af hendi. Það díakonían, það við, hinni kristnu söfnuðin, þessi þjónusta okkar er það sem við köllum að kjósum að kalla díakoníu. Það má ekki skilja þannig að aðrir get ekki veitt þessa þjónustu, snýst ekki það. En þegar við erum að tala díakoníun á forsendum kirkjunar, þá erum við að staðfesta eðli díakoníunar með því að segja það hinn kristni einstaklingur sem af köllun sinni, af þrá samfélag með Guði og við Guð í Kristi með söfnuðinum þjónar öðrum. Díakonían, hún beinir í þriðja lagi augunum að fólki í neyð. Við getum ekki endilega sagt að öll góð verk falli undir díakoníu. Það væri of víð skilgreining og þá myndum við kannski týna fókusnum, sýninni á díakoníuna. En díakonían hefur alltaf verið til staðar í gegnum kirkjusöguna frá upphafi frumsafnaðarins og beinst sérstaklega að sjúkum og fátækum og olnboga börnum samfélagsins. Og hér er gott að hafa í huga orð Ragnheiðar Sverrisdóttir frá því fyrir 2 vikum stimpilinn, þetta að við erum ekki, þegar við erum að tala að díakonían beinist að einhverjum ákveðnum, að segja þar með að þau sé eitthvað minna virði en við, og við veljum að nota hugtök eins og olnboga börn. Og það er vert að hafa þetta í huga. Mér langar til að segja ykkur frá öðru riti sem hefur líka komið út hjá biskupsstofu, rétt eins og þetta rit þjónusta í síbreytilegu samhengi, og það er ritið að vera og gera. Það er komið frá samtökum kærleiksþjónustu sem vinna á evrópskum vettvangi, og hér er að finna þó nokkuð mörg dæmi kærleiksþjónustuverkefni, díakónísk verkefni og hvað díakónískur söfnuður eða þjónandi kirkja getur gert. Eitt af dæmunum sem er mjög spennandi að hugsa til þess að átta okkur á hvað við getum gert að hugsa er hér á blaðsíðu 42 í þessu skjali að vera og gera, og ef þið hafið áhuga á að nálgast þetta skjal þá er auðveldast að fara inn á vef Djáknafélagsins, kirkjan.is/DI fyrir Djáknafélag Íslands, og þar til hægri finnið þið strax slóð inn á þetta skjal. En hér er meðal annars sagt frá verkefni í Hollandi. Og hér stendur: frá síðari hluta 8. áratugar 20. aldar hafa kristniboð og kærleiksþjónusta kirknan í Hollandi staðið frammi fyrir vandamálum hinna nýju fátæktar í iðnaðar- og úthverfum. Á því var sífellt klifað þarna að þessi tegund fátæktar var ekki svo fátækt sem blasti við í þriðja heiminum, þar sem allt snerist að lifa daginn af. Þetta var fremur fátækt sem sett var í samhengi við það að vera í Hollandi og það hvernig ástandi var í Hollandi, en sú fátækt getur verið alveg jafn sár fyrir einstaklingi þar. Lykilorð þess áttar fátæktar er útilokun sem byggist á þróun fjárhagslegrar afkomu, einangrun, því að vera algjörlega háður öðrum, velferðarstofnunum, pólitískum ákvörðunum og svo framvegis, og hafa takmarkaðar framtíðarhorfur. Og kirkjan í Hollandi, hún tekur eftir þessu og ákveður við verðum að gera eitthvað og kalla til samstarfs, byrja að tala hlutina og fara að skoða leiðir og segja við verðum að fara í átaksverkefni, við verðum að gera eitthvað hérna. Láta ekki standa við orðin tóm, heldur byrja að hjálpa þessum einstaklingum til sjálfshjálpar í dag, 30 árum setna, 25 árum, 30 árum setna, þá er þetta verkefni enn í gangi. Og af hverju? Þetta átti bara að vera átaksverkefni, en það verður líka til samfélag og kirkja þróast og byggist upp í tengslum við svona verkefni. Þannig að
díakónískur söfnuður, kirkja sem þorir og vill vera til staðar fyrir fólk. Hún upplifir líka vöxt vegna þess að fólk vill taka þátt í slíkri kirkju. Ég ætla að fá að koma hérna inn á líka aðra bók sem er eftir Gordon Lathrop og hann fjallar þar fagnaðarerindið í orði og verki í safnaðarlífinu. Og þarna talar hann í fyrsta hlutanum, þá sem þjóna til borðs. Hann biður lesendan okkur að byrja á því að taka því sem gefnu að kristindómurinn sé máltíðar samfélag borðið. Vitandi það að það sé til aðra skilgreiningar á kristindómi. Og hann minnir á að í eðli sínu kristindómurinn ekki hugmynd heldur trúhneigð. Sem sagt það að við höfum og finnum hjá okkur þörf til trúarlífs. Þetta ekki heimspeki eða tækni til að fást við andlegan veruleika og engan veginn vara sem hægt að kaupa á einhvern trúarbragðamarkaði. Kristin trú meira en það. Og hann hvetur okkur til að staðnæmast og líta á kristindóminn sem þetta samfélag borðið, máltíðar samfélag. Og telur að það gefi okkur færi á að sjá bæði Guð og heiminn frá nýju sjónarhorni, sitjandi við sama borð, deilandi matnum. Lathrop heldur því fram að kristindómurinn hafi orðið að veruleika við borðið í máltíðar samfélaginu. Og máli sínu til stuðnings bendir hann á að fyrstu söfnuðirnir hafi haldið í máltíðarhefð Jesú. Þau héldu áfram að hittast, brjóta brauðið og eiga samfélag, máltíðar samfélag. Eins og við lesum í Lúkas 7:34. Lathrop gagnrýnir hins vegar hversu erfitt það virðist vera fyrir kristin samfélög í dag að skilja þetta inntak og halda þessu samfélagsboði opnu, að taka þetta alla leið og vera opin fyrir alla. Því að þarna sé undravert tákn á ferðinni veru Guðs og hann talar þetta sem trúar framsækið og byltandi borðhald. Að við setjum saman þar sem allir eru velkomnir. Og hann minnir líka á, og það mjög gott að hafa í huga núna í aðdraganda páska og velta þessu fyrir okkur, að Jesús, hann birtist einmitt í máltíðarsamfélaginu. Hinn krossfesti og uppreisni Kristur var mitt á meðal lærisveinana þar sem þeir voru í máltíðarsamfélaginu. Ég vel hérna yfirskrift fyrir þessa glæru, ekki byggingin heldur fólkið, og held áfram að vitna í Lathrop sem að rekur þróunina frá þessu upphafi og gerir grein fyrir því hvernig kristið samfélag hefur þróast sem máltíðarsamfélag. Sífellt fleiri sóttu í þetta samfélag og þótt borðið minnkaði og yrði táknrænna eins og í kirkjunni hjá okkur í dag, þá það ennþá miðjan, kjarninn. Og við göngum hér í Glerárkirkju til altaris á hverjum sunnudegi og hverjum miðvikudegi. Þessi venja hefur haldist að deila brauði og drekka af sameiginlegum bikar í samfélagi sem opið öllum hinum Kristu, hinum fendu, hinum skýrðu. Það sem áhugavert að Lathrop minnir á og heldur fram og segir: skoðiði sögur kristna söfnuði, frumkirkjuna, og áttið ykkur á að oft hefur það verið þannig að þegar að máltíðinni var lokið, þá var eitthvað afgangs, og hvað gerðu menn? Jú, menn veltu fyrir sér, hver komst ekki í dag? Hver heima veikur, sjúkur? Og hafa farið með matinn til hans eða hennar.
og áhugavert að við höfum ennþá kristnar kirkjur í dag sem hafa þann háttinn á að loknu altari sakramentinu í kirkjunni, þá jafnvel farið í heimsóknir til fólk sem komst ekki í kirkjuna til þess að halda altari sakramentinu áfram. Þannig þessi máltíð sem í eðli sínu einföld og meðtekin í lotningu í sívaxandi þakkagjörð við borðið, hún verður ekki bara hluti af guðsþjónustu í afmörkuðu rými í kirkjunni, heldur hún verður hluti af safnaðarlífinu öllu í víðri merkingu og þannig hluti af kærleiksþjónustunni. Því að þau sem eru viðstödd fara síðan í kærleik og með hraði út til hinna í samfélaginu sem þau ekki tök hafa verið viðstödd. Þau eru kannski í fangelsi, liggja veik heima eða kannski vakt á lögreglustöðinni en ættu að geta verið samt hluti af samfélaginu í kirkjunni. Ef við skoðum okkur sjálf og hvaða leiðir og hvaða vegi við höfum verið að taka sem lögmannslýðarsókn, sem söfnuðir í kristinni kirkju, sem þjóðkirkja, þá mjög áhugavert að sjá að aftur og aftur erum við að þora að taka þessi skref út fyrir ramma kirkjunar því að við viljum þjóna fólkinu öllu, við viljum vera til staðar og talsmannshlutverkið eitt af þessum mikilvægu hlutverkum og Ragnheiður kom sérstaklega inn á það að við látum ekki staðar numið þegar við heyrum í sálgæslunni eða þegar einhver að sækja aðstoð frá hjálparstarfinu að við látum þar við sitja að hjálpa einstaklingunum þar. Nei, við viljum taka þetta skrefi lengra, við viljum hafa áhrif á samfélagið. Og hvernig höfum við áhrif á samfélagið? Jú, til dæmis með því að láta í okkur heyra, með því að tala, með því að skrifa í blöð, með því að skrifa greinar, með því að tala í sjónvarp, með því að gefa út bækur, með því að predika og þannig hefur okkur tekist og það mikið fagnaðarefni að gefa út þó nokkuð af bæklingum og ritum okkur sem að vinnum í kirkjunni til aðstoðar en líka öðrum sem leiðbeining, sem áminning og ég tek bara hér eitt dæmi af mörgum sem að mætti nefna. Það bæklingurinn Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum. Það 10 ár síðan að þetta rit kom út. Hér mjög handhægar upplýsingar, hjálplegt sem að hver söfnuður getur notað og sumum söfnuðum hefur tekist að nota þessar handbækur eða aðrar. Mér dettur í hug ljósaskrefi líka sem að kom út nýverið til þess að minna á mikilvægi þess að umhverfið hluti af sköpun Guðs, náttúran og það að rusla flokkun, til dæmis í kirkjunni sjálfri, hluti af því hvernig við umgöngumst náttúruna, sköpun Guðs og þjónustan, díakonían, hún snýr að sköpunni allri. En við sem kirkja, sem samfélag fólks, erum kölluð til að frelsa kúa, það að segja, köllunarverk kirkjunnar að frelsa karla og konur undan menningu þar sem ofbeldi ríkir og koma á samfélagi lífsfyllingar og einingar. Þjónustan þarf að ná að taka þessi skref. Ég bendi hér á þennan bækling, kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum og ég spyr, fjallaði sóknarnefndin þín þetta rit eða aðrar stefnur? Þetta bara orðin tómstundum hjá okkur? Eða hvenær tekst okkur að taka skrefin sem að okkur langar og þyrsti til að taka? Og hvernig gengur okkur með öllum Adam, það að segja með mannkyninu öllu, að biðja Guð að fyrirgefa okkur þær syndir okkar að okkur tekst ekki alltaf að þjóna öllum sem að þyrftu aðstoð að halda. Ég spyr hérna líka, predikaði presturinn út frá ritinu, tínum okkur í dægurþrasi eða tekst okkur að benda á hið mikilvæga á samfélagið, á fólkið í kringum okkur sem þarf á okkur sem kirkju að halda
Ég spyr hérna, lét djákninn ritið hafa áhrif á það sem hann gerði, eða sat hann bara áfram, hallaði sér aftur á bak á skrifstofunni sinni? Kannski eru svörin já, kannski nei, en þetta verðum við að ræða mjög gagnrýnið. Díakonían verður ekki til að sjálfu sér og pappírinn einn dugar ekki. Heldur, við þurfum að hreyfa okkur. Við þurfum að fara á staðinn og hafa áhrif. Í þessum bækling sem ég var að nefna, bara svo við tökum dæmi að það tilfullt af leiðbeiningum og við getum orðið enn virkar en við erum í dag. Við erum að gera margt gott, við getum gert margt betur og þarna í þessum bækling eru nefnd dæmi hvað við getum gert. Gefið út opinbera yfirlýsingu að allt ofbeldi sé synd sem lítilsvirðir mynd Guðs, bæði í ofbeldismanninum og þolandanum, og þetta sé athæfi sem aldrei sé hægt að þola eða afsaka. Talsmannahlutverk díakoníunnar, kirkjunnar, hinnar þjónandi kirkju, snýr að tveimur þáttum aðalega. Að taka máli þess sem að þarf á aðstoð að halda í það skipti og að nefna hlutina því nafni sem þeir eru. Að ofbeldi synd og móti vilja Guðs og ekki að tala í kringu, heldur vera skýr í þeirri framsetningu okkar. Það haft eftir Martin Luther að ef allir þjónuðu náunga sínum væri heimurinn fullur af guðsþjónustu. Ég veit ekki hvernig það með ykkur, en mín upplifun sú að fjöldi fólk sem mæti mér á förnum vegi eða skrifar greinar á síður dagblaðana eða annar staðar, það á það sameiginlegt að hafa með viðhorfi sínu og kærleiksríkri framkomu lagt jákvæð lóð á vogarskálar samfélagsins. Íslenskt samfélag framsækið vegna þess að það byggir á slíkri menningu samtakamáttar, jákvæðni og bjartsýni. Auðvitað þekkjum við líka bölsýnisraddir annara og bölsýnisraddir okkar. Og stundum erum við algjörlega upptekin af því sem miður hefur farið. Skömmumst okkar eða skömmumst í öðrum. Og við vitum að ef við leysum þessar vonleysisraddir, þessar bölsýnisraddir úr læðingi, þá geta þær brotið og bramlað og gengið að samfélaginu allt að því hálfdauðu. Þá erum við búin að týna voninni, þá erum við búin að gleyma því að Kristur upprisinn, þá erum við ennþá týnd í vonleysi föstudagsins langa, en sagan hættir ekki þar, heldur upprisunni byrjar hún með nýju lífi og þannig díakonían. Þessa leið þurfum við að ná að ganga. Í guðsþjónustunni sem og í kærleiksþjónustunni mætum við Guði. Leið og hann og enn frekar það hann sem kemur til okkar. Við eigum samfélag í hans nafni hvert með öðru og þetta samfélag á sér stað á sunnudegi eða öðrum dögum vikunnar. Þetta samfélag sem á sér stað í messunni eða hvar sem Og saman skapa þessi samfélög, guðsþjónustan og kærleiksþjónustan, hið kristna samfélag. Það sem gerist innan kirkjunar og utan veggja kirkjunar. Og þetta hef ég líka frá Gordon Lathrop og finnst mjög mikilvægt. Og ég óska mér þess að okkur takist að stíga þessi skref ennþá augljósar í kirkjunni. Kærleiksþjónustan, díakonían, hún hefst við altari kirkjunar, í guðsþjónustunni, í messunni og hún endar þar aftur í hvert sinn. Við erum að sjá fyrir okkur þau sem að sinna kærleiksþjónustunni út í söfnuðunum, sama hvort það eru sjálfboðaliðar í vinaheimsóknunum, hvort það djákninn sjálfur, hver það Við fáum fyrirbæn og sendingu í messusafnaðarins og við komum tilbaka með fyrirbænirnar, það sem við upplifum út í söfnuðunum
inn í fyrirbænastundina, inn í guðsþjónustuna. Og það mjög dýrmætt einmitt hér í Glerárkirkju að geta tekið þátt í slíkri fyrirbænastund á hverjum miðvikudegi. Þar sem við nefnum fólkið í söfnuðinum sem að biður fyrirbæn á nafn eða felum það Guði án þess að nefna nafnið því að hann þekkir þau. En hvernig er þetta með kirkjuna? Hversu langt ætlum við, viljum við, getum við tekið skrefin þannig að söfnuðurinn, kirkjan, verði þjónandi, verði díakónísk? Við hefum marga aðila hér heima á Fróni sem að gera góða hluti, samhjálp, hjálpræðisherinn, hjálpastarf kirkjunar og fleiri. En stundum er eins og við í kirkjunni náum ekki alveg þessu inn í kirkjunni. Eða byrjum á hjólastólabraut. Fyrir suma er þetta kannski bara hallandi steyptur flötur sem að hjálpar fólki að komast inn í kirkjuna, ákveðnum stað í kirkjuna. Fyrir öðrum getur þetta verið eins og stórt skilti, hér eru allir velkomnir. Sálmabækur fyrir sjónskerta, sæti í kirkjunni þar sem er betri lýsing fyrir þá sem að þurfa á því að halda, ábendingar hvernig stilla í heyrnartæki saman við hljóðkerfi, leikhorn fyrir minnstu börnin, skiptiborð aðgengilegt á snyrtingu í anddyri kirkjunar. Þetta er allt skilaboð frá kirkjunni að hér séu allir velkomnir. Þetta þýðir fyrir okkur að hugsunin, já, en þetta er svo fáir, verður að víkja. Heldur þetta er spurningin hvernig viljum við taka á móti fólki. Þetta snýst ekki það hver notar viðkomandi þjónustu, heldur skilaboðin, allir velkomnir, kærleiksþjónustan sýnileg í kirkjurýminu. En auðvitað gildir hér eins og alltaf, samhengi þarf að vera rétt. Merki sem sýna að þú sért velkomin verða að vera í takti við þau viðhorf sem eru hjá þeim sem taka á móti þér þegar þú kemur inn í kirkjuna. Og þá erum við svo blessunlega heppin að það er náðin, náð Drottinn sem gerir okkur þetta mögulegt, afstaða kristins einstaklings að hann sé á náð hólpin orðin. Hinn kristni einstaklingur, ég, þú, er ekki betri en einhver, hefur ekki staðið sér betur og í ljósi náðarinnar stöndum við öll jafnfætis. Við göngum veginn saman með Kristi og hann gefur okkur þann kraft sem við þurfum til samstöðu. Þannig verður samfélagi sterkt, því ef ég hrasa þá réttir þú mér höndina, svo saman getum við gengið áfram. Og það er þetta viðhorf sem við þurfum að koma inn. Það er ekki ég sem þarf að hjálpa halda og þú sem ert hinn frægi hjálpari. Það er við sem tökum höndum saman svo bæði geti gengið. Það er samfélagið. Kannski haltrar ég stundum og þarf meiri stuðning frá þér. Kannski haltrar þú stundum og þarf stuðning frá mér, en við erum eitt í Kristi. Og þetta er díakonían og þetta er það sem við þurfum að ná fram og þetta er það sem við þurfum að skilja sjálf. Og sá sem þarf stuðning í augnablikinu, hann er ekki á nokkurn hátt minna virði en ég, þó ég veiti stuðningin. Við erum bæði elskuð börn Krists. Ég velti þessu fyrir mér, hversu opin kirkjan er og minni á að neyðin á sér margar hliðar og hún er helsta áskorun fyrir þetta samfélag jafningja, þar sem við tökum höndum saman. Því þurfum við, og ég kalla eftir því að við vinnum enn meira með það að þörf á guðfræði sem býður upp á form trúarlífs þar sem hið daglega líf og trúarlífið í guðsþjónustunni haldast í hendur. Sá sem sækir guðsþjónustuna þarf að fá kraft og bjartsýni til að ganga út aftur í hið daglega líf sem hluti af samfélagi sem hefur kraft, þor og áræði til að standa saman gegnum sætt og súrt. Þannig eignumst við lífsfyllingu sem rúmar líf hvers og eins.
Ég hef áður nefnt með syndajátninguna, það hluti af þessu samfélagi og hluti af díakoníu kirkjunnar. Og það sem ég að reyna að segja þetta, við getum ekki tekið díakoníuna og horft á hana sem eitthvað hjálpastarf langt frá guðsþjónustunni kirkjunnar og sagt ég virkur í kirkjunni, ég bara í díakoníunni hjálpastarfinu. Ég þarf að ná rótfestunni í guðsþjónustunni sem miðja safnaðarins og ná þessari tengingu. Og það þýðir líka að við rýnum í og skoðum okkur sjálf og samhengi sem við erum í. Þekkjum við sóknarbörnin? Þekkjum við helstu áskoranir fólks í hverfinu? Hver sérstaða íbúa í okkar sókn? Hver staðan hér í Glerárkirkju, lögmannsliðasókn eða hvað sem á landinu? Það mikilvægt að hafa í huga að Jesús kom ekki í þennan heim til að dæma. Hann kom með fyrirgefninguna til okkar, frelsaði okkur manneskjurnar og opnaði okkur nýjan lífsveg því Guð sendi Jesú Krist í þennan heim sem sönnun kærleika síns. Segja má að köllun Jesú hafi verið á svipaðan hátt og köllun spámanna Gamla testamentisins, sem þessi köllun að benda á óréttlæti og þann ójöfnu sem viðgekkst í samfélaginu. Minni á upphafserindi Gísla í þessu samhengi, þar sem hann ræddi einmitt þennan þátt. Og þessi köllun óbreytt enn í dag. Trúin á Guð felur í sér þátttöku í baráttunni gegn mismunun. Því hjá Jesú sannleikurinn og kærleikurinn óaðskiljanlegir þættir. Sannleikurinn fólginn í þeirri náð sem Guð sýnir okkur þegar hann í stað refsingar fyrir syndir okkar sýnir okkur kærleika. Það kennir okkur að taka sáttargjörð fram yfir hefnd, jöfnuð fram yfir ójöfnuð, réttlæti fram yfir óréttlæti, miskunn fram yfir miskunnarleysi, manneskjuna fram yfir síaukna kröfu skilvirkni. Og höfum þá aftur í huga einmitt það sem að Ragnheiður Sverrisdóttir nefndi hér sáttagjörðina. Allt líf okkar ætti að endurspegla þá lífsýn sem Guð vill að við berum í hjart okkar. Lífsýn þar sem hver og ein manneskja elskuð, umvafin kærleika því hún ekki vegna þess hvað hún gerir. Þetta snýst sem sagt þjónustu frá einstaklingi til einstaklings. Kannski þetta eðlisleg viðbrögð okkar. Ég vona það. Ég vona líka við sem alin upp við þetta. Og vil hvetja ykkur til þess að lesa 25. kafla Matteusarguðspjalls í þessu samhengi og spyrja okkur, hvað gerir þú? Hvað getur þú gert? Hvað sér þú aðra gera? Hvaða verkefnum þyrftu fleiri að sinna? Í 6. kafla Póstulasögunnar má ráða að söfnuðurinn í Jerúsalem stóð daglega fyrir díakoníu. Svo þurfti að lagfæra fyrirkomulagið og ákveðnu leiðtogum var falið þetta hlutverk. Díakonían varð hluti af safnaðarstarfinu. Og þessi díakoníuverkefni hafa þróast í gegnum árin og oftar en ekki hafa þau orðið til af því að neyðin var til staðar og kirkjunarfólk ákvað að gera eitthvað. Hér síðast heyrðum við sérþjónustuna og þar var til dæmis nefnt eða bent á að sérþjónustuprestar voru mjög snemma starfandi á til dæmis Holtsveikra spítalanum af því að neyðin var til staðar og kirkjan sýndi viðbrögð, var til staðar. Það okkar hlutverk. Og við þurfum að spyrja stuðning, skipulag, skilning, afmörkun, það ekki alltaf hægt að gera allt, og verkaskiptingu. Og muna að vaxandi skilningur á þessu að díakonían ekki í þágu annarra, heldur í félagi við aðra.
eins og Ragnheiður nefndi hér líka réttilega. Hér eru 8 liðir á Glærus sem ég ætla aðeins að fá að nefna. Það var þannig að 1982 var haldið í Genf þing skilning á díakoníu í samtímanum og þar var díakoníu lýst í 8 liðum sem samkirkjulegri aðferð til að ná réttlátri skiptingu gæða. Og ég held að þetta gildi enn þann dag í dag. Að díakonía er nauðsynleg til þess að kirkjan lifi og dafni. Að díakonían, hún er þarna að því að við viljum setja þjónustuna í nærsamfélaginu, nær þjónustuna í forgang, horfa á fólki út í söfnuðinum, fólki hérna í næstu götu, en díakonían er bæði heima og heiman í formi hjálpastarfs. Díakonían hún spornar gegn vexti og viðgangi kerfa sem stuðla að ójöfnuði, talsmannahlutverki sem ég nefndi áðan, þá líka þessi hlið að nefna hlutina þeim orðum sem að á við. Og díakonían hún lætur sér stjórnmál og þjóðfélags uppbyggingu varða. Ef að sífellt fleiri leita til hjálpastarfs kirkjunnar vegna þess að kerfið sem að félagslega kerfið getur ekki stutt viðkomandi, þá getur það þurft að vera hlutverk hjálpastarfsins að spenda stjórnvöldum á, þetta gengur ekki. Sífellt fleiri detta niður þetta gat í kerfinu. Hér verður að gera eitthvað. Díakonían vinnur að líknar og mannúðarmálum, óháð trúarbrögðum. Við spyrjum ekki trú viðkomandi, heldur við erum til staðar. En leiður hún ekki einstefna, heldur gagnkvæm, eins og ég nefndi áðan, í samfélagi. Og hún vonandi léttir og hvetur til þáttöku. Við erum kölluð til þess að taka höndum saman framgang fagnaðarerindisins af spámannlegri díakoníu, samúð og sáttavilja með umbreytingu og réttlæti að leiðarljósi. Þannig getur díakonían svara kalli andstæðna bæði heima og heiman, eins og kom fram í erindi Gísla, verið boð og hvatning til að taka þátt í verki Guðs, eins og hefur komið fram hér síðustu kvöld, og svo framvegis. En ég vil sérstaklega undirstrika aftur, hún verður ekki skilin frá samfélagi heilagra. Munið þríhyrningin sem við sáum bæði í erindinu hjá Jóni og Ragnheiði, þar sem að hinn biðjandi, boðandi og þjónandi þættir kirkjunnar mynda þríhyrningin og í miðjunni samfélagið. Ég vona að við förum út í kvöldið, út hérðan minnum þess að vettvangur hversdagsins er dýrmætt tækifæri okkar til að verða samverkamenn Guðs í umhyggju hans fyrir sköpun sinni, að hún verði sýnileg, skiljanleg og áþreifanleg öllu fólki. Takk fyrir að hlusta. Upptakan fór fram í Glerárkirkju miðvikudagskvöldi 27. febrúar 2013. Pétur Björgvin Þorsteinsson, djákni í Glerárkirkju, flutti erindið hinn díakonísku söfnuður. Erindið er hluti af 8 kvölda fræðsluröð hina biðjandi, boðandi og þjónandi þjóðkirkju.